Jæja, komið sæl. Vorum að spjalla aðeins notkun á cruise control og vorum að ræða akstur á sjúkrabílum og þá kom beiðni að grafast aðeins fyrir með notkun á svona hraðastillum, hvort að það sé gott eða slæmt. Menn nota oft þessa cruise control eða hraðastilli, menn nota kannski þegar útkomin kannski á hraða yfir kannski 80, 90 og vilt halda hraðann þar. En það eru klárlega einhverju kostir, það er alveg að segja það, það eru kostir við að nota þetta hraðastilli. Kannski einna helst kannski það sem maður þarf að hugsa bara að þetta er á þessum löngu beinu köflum. Langir beinu vegakaflar og helst bara líka sléttir. Þá er þetta náttúrulega afskaplega þægilegt, það þurfum ekki að halda fætinum á bensíngjöfinni. Bíllinn, af því að maður verður svo auðveldlega hraðablindur, bíllinn fer að læðast svona yfir hægt og rólega. Maður ætlar sér náttúrulega ekki að vera að fara að keyra of hratt, en bíllinn, ég veit að Bimmin er þannig bara ef við fylgist í með honum, þá bara læðist hann hraðar. Það er nú önnur saga. Við viljum náttúrulega ekki fá hraðasettir, þannig að með því að halda okkur á löglegum hraða, þeim mun afslappaðri og betri verður aksturinn. Það er ekkert stress. Klárlega með svona jöfnum og góðum akstri og ekki endalausum gefa og sleppa, þá verður eyðslan minni. Bíllinn mengar minna þegar hann eyðir minna. Og það er þannig að sumir meira sé fá verk í fótinn við langkeyrslu, eru kannski með illa stillt sætin eða ekki rétt stillt sæti og stýri. Og ég velti fyrir mér á sumum sjúkrabílum, þar getur maður ekki fært sætið í öftustu stöðu, bara að segja mjög stóri menn. Þeir eru bara í mjög mjög vandræðum undir stýri vegna þess að þilið er svo framalega. Og þú getur ekki ýtt stólum í öftustu stöðu til þess að stilla þig vel af undir stýri þannig að þeir líði vel. Ég spyr, er þetta í lagi? Eða þetta reynilega, er ekki einhver reglur þetta, hvar þilið má vera, ekki bara til þess að græða einhverja sentimetra í flutningsrýminu. Þetta má alveg allan að hugsa því að við erum að sitja oft mjög lengi í þessum sjúkrabílum, löngum flutningum, sérstaklega þeir sem að vinna á landsbyggðinni. Þetta eru langir flutningar og það skiptir máli að okkur líði vel og við getum keyrt af öryggi. En við skulum sjá, þetta eru kannski kostirnir, en ef við tölum kannski ókostina, það sem kannski margir sem ég hef rætt við, það er að segja svona ökumenn sem ég ber mikla virðingu fyrir og eru klárlega betri ökumenn en ég, því ég er búin að keyra í nokkur ár, að þá segja þeir allir að þú vilt ekki og menn er að missa bílinn upp í að menn er að missa grip, af því að menn er ekki með svona tilfinninguna við bílinn eins mikla þegar þeir eru með krúsið á og bara löppin einhvers staðar eins og þegar þú ert með fótinn á gjöfinu og ert svona meira tengdur og þú ert að keyra, þú ert ekki með hugaukana, þú ert ekki búin að taka fótinn eitthvað aftur og maður hefur séð ótrúlegustu staðsetningar á hægri fæti, fólk er búið að draga tilbaka, það leggur það til hliðar, þannig að löppin er komin svona út til vinstri og allavega kúnstir til þess að hvíla hægri fótinn. Þannig að við erum klárlega að lengja viðbragðstímann og við erum klárlega að ekki með athyglina 100% við aksturinn eins og ættum að vera ef við erum farin að halla okkur eitthvað að koma okkur svona vægilega þægilega fyrir að þá og þetta gerist bara ómeðvitað, það er ekki að segja með þess að gera þetta eins og þetta gerist einhvern veginn, þetta maður bara séð. Og við þurfum að hafa athyglina við aksturinn og ef við skoðum bara annað, ef við skoðum bara eigendahandbækurnar, owner's manual. Hver er að lesa owner's manual? Hver fær nýjan sjúkrabíl og sest út í bíl og fer að lesa owner's manual? Ég spyr, þekkið einhvern? Ég veit það ekki. En allavega, getur við með transportir hérna við hliðarnar. Volkswagen. Þar segir nú bara herra Volkswagen sjálfur, aldrei að nota cruise control í mikilli umferð. Ef við getum ekki haft gott bil á milli bíla. Ef að við erum að keyra einhvers staðar utan vega, ef það er halt. Það er bara, við sjáum þetta bara, það stendur bara never use. Og alltaf alltaf leggur hann ökumanninn raun og veru í ábyrgðarhlutverki sem er alltaf rétt, því við náttúrulega berum ábyrgðarakstrinum, ökumaður ber ábyrgðarakstrinum og við eigum ekki að leggja alla ábyrgðina bara á einhverja tölvu.
það er bara ekki í boði. Hérna fyrir aftan mig, það er nú bara nýlegur eða splunkunýr Mercedes, ég held að það sé 21 módel, 2021, gæti verið, eða 2020. Og hann kemur bara hérna inn á þetta sama. Það er bara ekki nota við eftirfarandi aðstæður. Það sem er bara svona stöðugar og miklar hraðabreytingar í mikilli umferð og miklu beygju. Og það er bara þannig að þetta er bara, að sem sagt, þegar við erum að setja cruise control á kannski á snemma, þá setjum við á, við erum búin að hægja á okkur, það fer úr sambandi við bremsum, að þá tekur hann cruise-ið af. Svo keyrum við kannski gegnum hringtorg, þar sem við erum kannski venjulega með hámarkshraða kannski milli 20 og 30, allan ef við erum með einhvern sem er aftur í, og jafnvel minni hraða. En ef við förum að ýta á cruise-ið og snemma, síðan þurfum við bara að ýta mjúklega á gjöfina til að ná upp þessum hraða, ef það er síðan langur og góður kafli framundan sem við viljum kannski nota cruise-ið á. Og láta það ekki grípa á snöggleginni, því bíllinn bara rífur sig á stað og hann getur náttúrulega við ákveðnir aðstæður, þá getur hann misst grip. Það er bara þannig. Þannig að við þurfum alltaf að hafa þessa hluti svolítið í huga, að við getum ekki og þurfum alltaf að hafa að ökumaðurinn bera ábyrgðina, því að framleiðendur ökutækjanna segja bara ekki nota. Þannig að þið eru að taka sens þegar það er að gera þetta. Þannig að það er bara þannig að við viljum alltaf vera til fyrirmyndir umferðinni. Við sem erum að keyra forgangsaksturs ökutæki í hvaða starfi sem við erum, þá viljum við alltaf vera til fyrirmyndar og við það er fylgst með okkur. Og en ef við förum að treysta mikið allar þessar skynjar og allt þessa nýju tækni sem á að hjálpa til, að þá náttúrulega mikið af þessu er alveg að virka við ákveðnir aðstæður. En yfirleitt er það þannig að þegar þetta grípur inn í, þá höfum við gleymt okkur. Þannig að við getum ekki bara beðið eftir að tæknin grípi inn í. Ef að bíllinn bremsar að þú komur að nála, þá hefur ekki verið að fylgjast með, ekki satt. Þannig að allir þessi skynjar kringum okkur, svo ef við treystum á það. Núna bara hérna undir 18 dagar er búin að vera að keyra og það kemur bara gult ljós og hljóðmerki í bílinn sem segir bara nú er þetta skynjar þetta hérna úti eða framan eða aftan af því að slabb og saltið og tjaran og snjórinn og allt þetta bara lokar þessum augum. Þannig að strax er góðan bara, ok, við erum ekkert að fara að taka þátt í þessu veðri. Þannig að við þurfum svolítið að skoða þetta. Við þurfum að slá af tímalega. Við þurfum að vera sem sagt að duglega að horfa á hraðamæli. Það sem að menn ofta gleyma bara er það að við erum búin að vera að keyra og við þurfum að keyra kannski forgangsaktur og svo hægjum við á okkur. En við erum bara ekki búin að hægja nægilega mikið á okkur. Það er bara ekki nóg. Þannig að það er bara það sem að við þurfum svolítið að taka okkur, að við þurfum að vera duglega að skoða þetta. Þannig að það er bara þannig að þeir bara segja, og við ætlum aðeins að kannski fara við þetta, að það er fullt af liði sem að komið kannski til með að heyra sem segir bara þetta er bara ekkert mál, tölvan er miklu sneggara að bregðast við heldur en þú en ef að tölvan grípur inn í þá er maður búinn að missa stjórnina að öllu líkindum, eða þar sem við getum ekki treyst á að það sé í öruggri leið. Það er eitthvað við erum komin í slæm mál vegna þess að tölvan grípur inn í en hún er ekki að lesa hversu beygjan er kröpp, hversu mikið pláss á akrinni við höfum, hvar er slabbið á veginum og hvar viljum við halda okkur á veginn. Hún bara nemur snúning hjólana og hún gerir eitthvað, hún er ekkert að meta hún sér ekkert það sem er að gerast í kringum okkur. Þannig að við verðum að vera sjálfvakandi og hægja nógu tímalega þannig að allir þessu aukabúnaðar þurfi ekki að grípa inn í og ef við náum því ekki þá getur þetta mögulega hjálpa okkur en best er náttúrulega við sem búin að bregðast við sjálf og sjáum fyrir hættunar. Þannig að við höfum að lesa í andstæður og við þurfum að passa þessa hluti bara eins og blautir vegir, mjög mikið rigning, bíllinn fer að fljóta og þetta gerist bara á sekúndubroti. Dekkja mynstrið og vetradekk og sumadekk og dýpt mynsturs í dekkjum. Ef við erum að keyra á dekkjum sem að mynstrið er orðið slitið, þá er bara gripið þegar við erum komin yfir 100, þótt að það sé kannski 4-5 mm, það er bara ekki nóg til að keyra þetta miklu hraða þegar mikið bleitar á veginum og tala ekki krab sem fyllir allar rauvar leið og missum allt grip. Við erum að keyra á maravegum, við erum að keyra bara á skítuvegum þar sem eru vegframkvæmdir eða þar sem að hlass hefur hrunið af bílnum.
Við erum að keyra í mjög þéttri og mikilli umferð þar sem við ekki haldið góðu öryggisbili. Á veginum framöndan er mikið beygjur. Hversu krappar eru þessar beygjur? Þekkjum við veginn eiginlega vel? Vitum við á hvað hraða við getum tekið í þessari beygju ef að við sjáum veginn framöndan? Hversu krapp er hún? Er einhver halli í beygjunni? Kíkja á hraðamælinn, hægja á. Bratta brekku, við erum að koma niður og yfir blindað, það er brött brekka. Og við erum með krúsið á, við höfum ekki slegið það tímanlega, svo bara liggur leiðið niður. Það er ekkert víst að mörgum af þessum nýjum bílum, þá er ekkert sko öruggt að vélinn fari að gíra niður og haldi alveg vegna þyngd bílsins, hann bara ýtir sér áfram og fer hraðar og hraðar. Og við keyrum einhvers staðar utan vega, þú veist, á einhverjum slóðum, alls ekki nota þetta þar. Ef við erum þreytt eða syfjuð, þá erum við ekki að auka á það að við getum fara að slaka eitthvað á með því að nota krúsið til þess aðeins að bara slaka á. Þú veist, það eykur bara þreytun og syfjuna. Þannig að það sem við þurfum að vera að auka eða minnka hraða mikið, við erum bara gjöfinni, notum bara gjöfina, við notum bara niður gírurna, við erum að nota hlutina sem við getum nota til að hægja bílinn, til að spara bremsuna, halda bremsunum köldum og gíra niður. Þar er tölvan mjög snið og hún er ekkert að hleypa mér í fyrsta gír á 90, hún hleypir mér bara í þann gír sem að ræður við þann hraða sem bíllinn er á. Þannig að við ætlum allavega að hugsa þetta í slæmuskygni og við einhverjar slæmar aðstæður, við erum ekkert að nota þetta krús, nota bara minna heldur en meira og halda rétt stýrið, muna spennabeltin og annað sem maður er tekið eftir það er það að menn eru svolítið farin að kíkja á snjallúru þegar menn eru að keyra sko. Menn sem betur taka hann ekki upp síma sem er alltaf bannað, menn eru svolítið að kíkja á þessi snjallúr og það getur truflað þessi eina sekúnda sem það kíkir. En takk fyrir að nenna að hlusta. Sæla sinni.